Utanvert horn. Þetta sönnun sem þarf að kunna. Ef hlið í þríhyrningi er framlengd út fyrir eitthvert horna hans myndast utanvert horn þríhyrningsins. Það er leið grannhorn við það horn þríhyrningsins sem það liggur að. Hér er sem sagt þríhyrningur x, y, z og ég er búinn að framlengja þessa línu hér aðeins út fyrir hornið og þá myndast þetta horn U sem er þá utan við þríhyrningin, svo kallað utanvert horn. Reglan sem varðar þetta horn er þessi: utanvert horn þríhyrningsins U er jafnt summu tveggja gagnstæðra horna í þríhyrningnum. Það er að segja y og z, ef við leggjum þau saman, þá er þau jafn stór horninu U. Ljóst er að U plus x er 180 gráður. Það er að segja, ef við leggjum þessi U og x saman, þá fáum við út 180 gráður eða bein lína. Jafnframt er ljóst að x plus y plus z, það er að segja hornin hérna í þríhyrningnum, er jafnt 180 gráður, hornasumma þríhyrnings. Ef við umritum þessa jöfnur með því að færa x yfir jafnaðarmerkið, þannig að U plus x er jafnt 180 gráður og flytjum x-ið yfir, þá verður U jafnt 180 gráður mínus x. Ef við gerum nákvæmlega sama hér til hægri, færum x-ið yfir, þá fáum við að y plus z er jafnt 180 gráður mínus x. Sem sagt, hægra megin við báðar jöfnurnar er sama stærðin, 180 gráður mínus x og 180 gráður mínus x. Af því að þetta er sama stærðin þá vitum við það og getum gengið út úr því að U sé jafnt og þetta y plus z. Við getum lent í því að við vitum þetta utanverða horn, við vitum annað innanvert gagnstæðra hornanna en bara annað er ekki hitt. Þá getum við notað þessa jöfnu. Þetta horn plus þetta horn er jafnt og þetta utanverða horn. Sem sagt, 60 gráður plus x er jafnt 110 gráður. Við getum þá fundið þetta x með að flytja 60 gráður yfir samsæðmerkið. Það verður þá mínus 60 gráður. X er þá jafnt 110 gráður mínus 60 gráður eða 50 gráður.